Ég heiti Ingibjörg Daði og ég er 22 ára gamall og er í búfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég heiti Margrét Ylva, ég er 19 ára og ég er í búfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Og ég heiti Matthías Emil Óttarsson og ég er í búfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Á þessari sýningu var okkur boðið að dæma 4 tegundir af kúm og við völdum Holstein og Limousin. Annað er náttúrulega mjólkurkýr og hitt er kjötkyn. Og gekk okkur svona afbrigðisvel í keppninni, en þetta var alveg svakalega stór sýning. Hefði tekið alveg heila 4 daga að skoða hann alla, en við fengum það nú ekki. Þetta var mjög gaman. Það var smá stress. Við höfum náttúrulega aldrei séð hreinræktaða Limousin, né Holstein eða verið að dæma á svoleiðis gripi. Og við komum inn í þessa keppni eiginlega alveg reynslulaus. Og vorum búin að fara út í fjós einu sinni í kvikadóma. En þetta er náttúrulega allt öðruvísi gripir heldur en hér. En við fengum ágætis kennslu daginn fyrir. Þá komu sérfræðingar í kúadómum úti og kynntu fyrir okkur öll kynin og hvernig við skildum dæma hvern og einn part og á hvaða skala við ættum að dæma gripina. Það var líka bara mjög góð lífsreynsla að fá að kynnast í hvernig þessi gripir eru dæmdir og fá aðeins upprifun á þessu rétt fyrir. Að tengjast þessum skólum, þess að víkka tengslanetið bara og sjá meira bara þessi gripir og þekkja þessa gripi og þessi kyn sem við erum hlítið til landsins og hvernig við getum, að hverju við viljum stefna svolítið. Ég myndi kannski segja það. Það lítið út. Og við höfum Limousin gripi hér á landi eins og við vorum að dæma úti, en þeir gripir eru sem bara á allt öðrum skala. Við hefum ekki flutt í Limousin gripi í mörg ár hér. Þeir eru búin að stökkva langt fram úr okkur þarna úti og þá allavega veitum við hvert við viljum stefna með þá gripi hérlendis og veitum hvert við getum farið.